Óli, þessi sigur var nokkuð sætur. Það var mjög sætur. Þetta hefur verið frekar tórsótt hjá okkur að sækja stig í sumar og voru svekktir eftir síðasta leik að hafa ekki allan að fengið stig móti Grindavík. Þannig að þessi sigur er virkilega kærkominn. Þið sýndu mikið hjarta í þessu leik. Er eitthvað svona sem þú tekur út sem að þú ert stoltastur af eftir þennan leik? Það er mjög margt sem ég er ánægður með hjá strákunum. Mjög margt og vinnuþekki var alveg gjörsamlega til fyrirmyndar, sérstaklega eftir að við skorum annað markið. Strákarnir voru svo ákveðnir og ákafir í að taka 3 punktar og sigla þessu heim og það var geggjað að horfa á strákarna hvernig þeir börðust og lögðu sig fram fyrir hvern annan og sóttu sigurinn. Þessar skyndisóknir sem þið skoru úr, þær eru virkilega vel útsettar og þú eru ánægður með framkvæmdina þeim? Ég er mjög sáttur hvernig strákarnir exekjúta skyndisóknir. Við fórum að segja við það í hálfleika því að við vorum að klúðra tækifærum einmitt í skyndisóknunum í fyrri hálfleik og við vildum gera það betur og gekk bara fullkomlega upp. Hvernig var tilfinningin þú sást Skjelsen setja hann hérna í lokin? Það var bara geðveikt. Það er bara, tilfinningin er rosalega góð. Ómar Sói kemur inn í lið. Af hverju byrjaði hann ekki síðasta leik? Hann er búinn að vera að glíma við meiðsli og þannig að við áttum hann inni í síðasta leik en ákveðum að byrja honum í dag og sjá hvað hann gæti komið á borðinu fyrir okkur og það skilaði sér. Svona því ég nefndi Skjelsen, átti hann að fá víti hérna rétt áður en hann skorar? Hann vill meina það og ég trú honum fyrir því. Þeir reyndar gerðu líka tilkall til þess að fá vítaspyrnu í fyrri hálfleik. Ég sá það ekki en mögulega núlaðist það út þar en jú, við vildum fá vítaspyrnu þegar Skjelsen eftir. Þegar þú standi jafna, helstu þetta að vera að missa þetta frá okkur? Nei, ekkert endilega. Ég var svo sem svolítið mistum tökin á leiknum eftir að við skorum. Þá vorum við farin að verja aðeins og mikið og hræddari við að halda í boltann sem gaf okkur mjög góða sóknir framan af því. Þannig að það er kannski eitthvað sem við þurfum að vinna betur með að halda í leikinn okkar þó hvernig þessi leikur þróast. Þetta er þetta þinn annar leikur núna á hliðarlínu. Ert þú bara orðinn þjálfari Leiknis? Í dag er ég þjálfari Leiknis og svo er bara líka verið að skoða í kringu sig, er maður sem kemur inn getur komið inn og hjálpa liðinu og þá verð ég honum til hals og traust en þangað til að það gerist og ef það gerist að þá sé ég þetta. Langar þig að vera aðalþjálfari Leiknis? Á einhverju tímapunkti langar mig til þess og hvort sá tímapunkt sé réttur núna verður bara að koma í ljós á næstu vikum og mánuðum. Þannig að við bara erum svona að vinna þetta í sammenningu bæði þjálfarateymið og stjórnin. Eftir að Fúsi segir upp, hvernig er svo ferli, hvenær koma leiksmenn til þín? Þeir skanna landið, ég er náttúrulega varamaður í stjórn líka þannig að ég svona var aðeins inn í því líka. Þeir skanna landið og svo eftir viku þá heyra þeir í mér og við göngum frá því bara fyrir Grindavíkurleikinn. Þið tvöfaldi stigafjöldan, þetta er gífurlega mikilvægt fyrir ykkur. Já, við vissum það fyrir leikinn að 3 stig yrðu risastór fyrir okkur til að komast upp í miðjumótspakkann af því að við eigum strempi prógram næstu vikuna. Við eigum Þrótt heima í slag sem neðar í töflunni og svo komum við aftur norður og sunnudaginn eftir 8 daga og spila við Dalvík og annar slíkur slagur framundan. Hvernig var að þjálfa á móti bróðinu? Það var bara skemmtilegt. Ég tel mig þekkja hann ágætlega þannig að það var bara skemmtilegt. Með hverjum hélt gamli upp í stúku? Ég held að það sé Þór. Þú ert ekkert fúll út í það? Nei, hann er orðinn Akureyringur í húð og hár þannig að ég skil það alveg en ég held að hann samkleiðist nú alveg uppáhalds elsta strákunum sínum. Akkurat bara rétt í loki, hvernig er staðan á Patrik og akkur er Ósvald ekki í hóp? Ósvald er meiddur, það þarf eitthvað að skoða framhaldið á honum og við vitum ekki alveg stöðuna á Patrik, það bara kom í ljós bara vonandi fáum við bara skýr svör á mánudaginn. Takk fyrir þetta Óli og til hamingju. Takk fyrir kærlega.